Góðan dag, kæru áhorfendur, sveitarstjórn og ungmennaráð. Ég býð ykkur hér velkomin til sveitarstjórnarfundar unga fólksins og segi þennan fund settan. Til fundarins eru mætt frá ungmennaráði Freyja Ísfold Guðmundsdóttir, Ernir Daði Arnberg Sigurðsson, Hrafnhildur Ósk Orradóttir, Marta Lukka Magnúsdóttir, Ernir Daði ætlaði að segja aftur, Guðmundur Bergsson, Borgarsson, ég biðst innilega afsökunar á þessu, ég skrifaði þetta ekki rétt niður. Sveitarstjórnarfulltrúar mætti Sigurður Guðmundsson, Kristján Ágúst Magnússon, varamaður í fjarveru Ragnhildur Evu Jónsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Brynja Þorsteinsdóttir kemur inn sem varamaður í fjarveru Thelmu Daggar Harðardóttir og svo sú sem hér stendur, Guðlaug Lind Eyglóadóttir. Starfsmenn fundarins eru Sonja Lind Eyglóadóttir, íþrótta- og tómstundafulltrúi og Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri sem jafnframt ritar fundargerð. Dagskráin hjá okkur í dag er þannig að hún er í sjálfu sér í 5 dagskrárliðum og fulltrúar úr ungmennaráði ætla að koma hér upp og fara yfir nokkur mál. En okkur er ekkert að vanbúnaði að hefja þennan fund og þá langar mig til þess að biðja hana Freyju Ísfold Guðmundardóttir að koma hér upp og hún ætlar að fjalla forvarnir í Borgarbyggð. Gjörðu svo vel, Freyja. Kæri forseti, starfsfólk Borgarbyggðar og aðrir gestir. Ég veit að forvarnir geta verið mjög þung umræða og því vil ég byrja á að vitna í fyrrum borgarstjóra, núverandi alþingismann, Jón Gunnar Kristinsson, betur þekktur sem Jón Gnarr. Reykingar hafa fylgt mannkyninu frá aldaöðli og eru viðurstyggilegar. Að kyssa reykingamann er eins og að sjúga endaþarm rotnandi líki sem hefur legið í stífluðu klóaki nokkurra vikna skeið. Jón sagði einnig: lummur eru lummó í nýlegum þætti Tvíhöfðahlaðvarpsins tileinkuðum yngri hlustendum. Hann hefur augljóslega eitthvað til síns máls að segja þrátt fyrir öfgafullar lýsingar. Hins vegar eru þeir sem þurfa mest á þessum forvörnum að halda yfirleitt ólíklegastir til þess að taka þátt. Forvarnir gegn neyslu ungmenna hefur borið árangur í Íslandi áður. Þeir muni flest líklegast eftir foreldraröltinu, Þorgrími Þráinssyni, útivistartímanum sem olli því að Ísland kom til heimsfréttinnar og varð fyrirmynd annarra þjóða. Íslenska forvarnamódelið er gagndrifið samfélagsmódel sem miðar að því að draga úr vímuefnaneyslu ungmenna með því að styrkja umhverfi kringum þau og þróað á milli 1990 og 2000. Í því eru 5 stoðir: regluleg staðbundin gagnasöfnun, samfélagsleg samvinna, styrking verndandi þátta, minnkun áhættu þátta og langtíma stöðug nálgun. Fordómar og einelti. Bakslag hefur orðið í réttindabaráttum allra minnihlutahópa og ef þau eru ekki verið það, mæli með að flytja undan forljóta steininum sem þau búa undir, sér í lagi ef hann er merktur ljósbláum hesti. Þegar ég tala bakslag, þá á það ekki endilega við lagabreytingar, heldur samfélagslega viðhorf sem hafa smogið sér inn. Minnkun á viðbrögðum við fordómum og normalisering þeirra. Innan þess er hversdagsleg notkun sögulega niðrandi orða og einfaldlega hugtök á borð við hommi, lesbí og einhverja nýtt til móðgunar og fordómar í formi gríns. Orðræða í líkindum við þessa skapar þann undirtóm að það er ekki endilega allir jafn velkomnir. Þrátt fyrir að það sé ekki sagt upphátt, þá er fólki látið líða þannig. Til að mynda fékk ég ekki einustu hinsegin í grunnskóla þrátt fyrir að hafa margsinnis mælt með því í þeim tilfellum þar sem ég, 15 ára nemandi, var spurð að háskólamenntu fólki hvað ætti að gera í þessu ástandi sem var ríkti. Einelti er vítahringur líkt og annað ofbeldi. Þeir sem beita því hafa allir orðið fyrir því sjálfir og þeir sem verða fyrir því eru líklegri til þess að beita því seinna meir. Fólk með ytri ráðavitund eða neikvætt sjálfsálit og flökt eins og strá í vindi eru kjörþátttakendur í þessum hópum. Forvarnir snúist ekki einungis að vara krakka við, segja þeim eitthvað hættulegt og svo framvegis. Því ef það virkaði, það hefði stríðsögu Bubba Mortens borið árangur. Líkt og ef skammir virka á krakka, þá myndu þau aldrei brjóta af sér aftur. Sem englabarn sem tekur ekki þátt í neyslu áhættuhegðun af flestu tagi, þá var það ekki hræðsluáræði sem hafði mestu áhrifin, heldur bakland mitt, félagsskapur og innri ráðavitund. Í það minnsta hafði það þau áhrif að ég hlustaði og meðtók upplýsingarnar. Innri ráðavitund er eitt þeirra fyrirbæri sem oft er kallað jákvæð sjálfsmynd á einföldu máli en jafnframt yfirgripsmeira hugtak. Skólar hafa þróast út yfir uppeldisstofnanir í kjölfar réttindabaráttu kvenna og hefur því vald til þess að byggja upp jákvæð sjálfsmynd barna. Forvarnir byrja á því að hvetja börn til þess að vera þau sjálf, að standa með sjálfum sér og skammast sín ekki fyrir það.
Annars leita þau seinna af sjálfum sér á röngum stöðum og finna seint rétta púslið. Mörg ykkar ættu að kannast við fyrrum landsliðskonu og formann KSÍ, Vöndu Sigurgeirsdóttir, sem hefur látið til sín taka og verið áhrifamikil í eineltismálum og hvernig skuli sporna gegn því. Hegðunarmynstur eineltis forngamalt, en fyrsta rannsóknin á því líklegast yngri en sum ykkar. Fræðimönnum hefur fundist erfitt að skilgreina einelti vegna óhlutbundna eiginleika þess og önnur félagsleg hugtök sem fólk upplifir á mismunandi hátt eftir tungumáli og menningu. Misnotkun á hugtakinu einelti af ungmennum minnkar alvarleika þess í huga þeirra og því eru fórnir gegn því ekki jafn áhrifamiklar og vonast er eftir. En einelti til að mynda ekki það sama og að gera grín af vini sínum. En fjármálahliðin. Ef vilja ég tala á tungumáli sem að stjórnvöld skilja, þá skal ég tala á hagfræðilegum nótum. Það peningahliðin á málinu. Hvað græðum við á forvörnum? Hvers vegna skiptaði máli? Þá langar mig að fræða ykkur Nóbelsverðlaunahafann James J. Heckman. Hann sýndi fram á að með því að fjárfesta snemmtækum úrræðum barna skila mestri ávöxtun. Með kúrfu sinni sýndi hann að því fyrr sem gripið inn í, því meiri efnahagslegri og félagslegri ávinningurinn. Hann kemur með því að þróa færni á borði félags- og vitrunarhæfileika hjá börnum 0–5 ára. Fjárfestingin leiðir til ævilangrar velgengni, aukinnar framleiðni og minni samfélagskostnað. Þetta felur mikið í sér þann kostnað sem að heilbrigðiskerfið og aðrar ríkisstofnanir verða fyrir. Í mörgum tilfellum, og aðrar ríkisstofnanir situr fyrir standa undir þegar einstaklingar standa hallandi fæti. Í mörgum tilfellum hafa þessir einstaklingar ekki verið jafn brotnir ef viðeigandi forvarnir og stuðningur hefði verið til staðar. Hagfræðingurinn James J. Heckman fékk Nóbelsverðlaun fyrir kúrfu sem sýndi ágóða þess að fjárfesta í snemmtækum úrræðum og snéru á börnum. Forvarnir fela í sér farsæld og það er markmið sem við ættum öll að miða að. Jafnframt eru forvarnir líka ákveðin kjarni sjálfbærninnar, allavega ef litið til innri þróunarmarkmiðana, það er Inner Development Goals. Því viljum við að einstaklingar geti borið sig sjálfir og geti tekið ákvarðanir sem að ávaxta sig áfram í tíman. Þó til hljómi kannski eins og sé fjallum eitthvað útópist kapitalist færiband sem framleiðir þegna sem skila sem mestum hagnaði til samfélagsins, þá er það ekki raunin. Í stóra samhenginu það mannréttindamál sem allir nota góðs af. Því almennt séð er það sem er gott fyrir mig, einnig gott fyrir heildina. Í stuttu máli eru forvarnir hagstæðar, en einhæf skammsýni er oft þar sem takmarkar framkvæmdir og ákvarðanir því fólk vissi árangur á morgun að næsta ársfjórðungi eða í lok kjörtímabils. Félagsmótun. Ég býst við að þar sem þið vinnið öll við að stjórna samfélagi, þá hafið það að minnsta kosti einhvern ákveðinn grunn í félagsfræði. En til upprifjunar, þá eru félagsmótunar aðilarnir 4. Fjölskylda, skólar, jafningar og fjölmiðlar. Í fyrstu er fjölskyldan sterkasti áhrifavaldurinn, en þegar skólaganga hefst líður ekki á löngu þar til að jafningahópurinn getur búið föstum tökum í það sem barn þarf að gera til að passa inn. Sveitarfélög fá meðal annars það hlutverk að sjá grunnskólana og leikskólana. Við þurfum ekki bara að fá foreldra með okkur lið til að bæta aðstæður barna okkar. Við þurfum líka fyrst og fremst að vera með fullskipað lið innan skólana. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa gagnlegu og góðu og svona viðamiklu yfirferð, Freyja Ísfold. Forseti gefur þá orðið laust þennan fyrsta dagskrálið. Eðvar Ólafur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Kæra ungmennaráð, sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Takk fyrir flotta yfirferð, Freyja. Það sem mig langar svolítið að spyrja hér er að fyrir 2 árum þá vorum við stödd í þessu húsi líka og vorum að fara yfir aðgengismál í varðandi tóbak og áfengi í sveitarfélaginu okkar. Og það er svo sterkt í minni, ég man hvað þið höfðu miklar áhyggjur af þessu og ég veit að við tókum þetta til umræði hjá okkur og það var farið á stað og það var rætt við aðila sem verið að selja þessar vörur og ég ætla bara að viðurkenna það hér að það samtal var ekki endilega það samtal sem ég bjóstu að við myndum eiga vegna þess að mér fannst við bara mæta ákveðnu tómlæti hjá þeim aðilum sem að selja þessar vörur í héraðinu og þess að langar mig kannski bara svolítið að spyrja ykkur hvort að þið hafi séð eitthvað mun á því hvort að það sé bara ennþá jafn auðvelt að verða sér út þessar vörur eins og þau höfðu áhyggjur á þar eða hvort þetta hefði kannski mögulega eitthvað batnað. Ég held að þið séu svona besti mælikvarðinn á það hvernig við mælum það hvernig þetta aðgengi er svona almennt hjá okkur. Ef þið getur svarað því þá þetta mér mjög vendið það.
Takk fyrir það, Eðvar. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Gjörðu svo vel, Ernir. Forseti, sveitastjóri og aðrir gestir. Ég ætla bara að svara þessu mjög einfaldlega. Þetta hefur bara ekkert breyst. Takk. Takk fyrir það, Ernir Daði. Það er sannarlega ekki gott að heyra að þetta hafi ekki breyst. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Já, Stefán Broddi, gjörðu svo vel, við biðjum orðið, svo Eðvar. Já, forseti, og takk hérlega fyrir afar yfirgripsmikla og góða kynningu. Og mér var hugsað til þess þegar þú fórst aðeins yfir þessa 4 mótunaraðila. Og þú raktir þá, það voru fjölskyldan, það voru vinir, það voru fjölmiðlar og þetta foreldrar. Og nú eru fjölmiðlar orðnir svo mikið samfélagsmiðlar og einhver leyti eru samfélagsmiðlar fyrir stóran hóp ungmenna komnir að fylla skarðina. Þannig að, og ég held að svo umræða alltaf að vera sífellt meira áberandi í samfélaginu hvað svona stjórnvöld eigi að gera eitthvað til þess að hafa áhrif á samfélagsmiðla neyslu ungmenna. Og mér langar þú bara að gera eins og Eðvar gerði hér áðan og spyrja ykkur hvernig þið sjáu það fyrir ykkur. Nú eru þið orðið auðvitað fullorðið fólk eða hálffullorðið fólk en hvað ættu stjórnvöld að gera ef eitthvað til þess að hún hafa áhrif á samfélagsmiðla notkun ungmenna. Takk. Takk fyrir það. Eðvar Ólafur við eftir nei, ætlar að hingra við. Orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Já, Ernir Daði eða já, gjörðu svo vel. Forseti, sveitastjórn og aðrir gestir. Mér finnst, til að svara þér, Stefán Broddi, mér finnst ótrúlega flott herferð sem er búin að vera í gangi sem heitir Líttu upp. Ég veit ekki hvort að við séð þessa herferð, en það er svona verið að sýna ungmennum að þetta er svona alls konar auglýsingar sem er í gangi, fólk er í partíum og svoleiðis og svo horfa það niður í símann og lítur upp þar allir horfnir. Mér finnst það ótrúlega flott og ég held að við þurfum að því að við vitum öll og við notum öll síma og tækni ótrúlega mikið og það er alveg eðlilegt að það er bara partur af öldinni sem við lifum á núna en ég held að það sem er svo mikilvægt að við verðum með fræðslu í skólum og svoleiðis það að þegar við þurfum ekki alltaf að vera að skrolla. Við þurfum ekki alltaf að vera að skrolla og þegar við erum í aðstæðum sem við getum verið í félagslegum vera að tala saman að þá eigum við að leggja símana frá okkur en ekki bara ekki verið í símanum, það er hræðilegt að vera í símanum af því að þú veist, við verðum að nota símana til þess að vera í samskiptum af því við erum í samskiptum þar líka en það sem að punkturinn minn rauninni sá að mér finnst við að hafa fræðslu á þann veg að ekki vera að skamma fyrir að vera í símanum heldur meira svona, við notum á rétt en við skulum ekki vera að gera þegar við getum gert eitthvað annað og mér finnst ótrúlega mikið það er margir flottir á TikTok núna sem eru með svona alls konar umræður samfélagsmiðla og er einmitt með þennan punkt á þessu og mér finnst þetta að vera svona besti punkturinn að við séum, það er allir að nota þetta en hættum að skrolla og förum meira í að vera í samskiptum þegar við getum gert það. Takk. Takk fyrir það, Ernir. Horfðuðu laust. Eva Margrét, gjörðu svo vel. Góðir hálsar. Það sem mig langaði líka að spyrja er að þið erum að tala um samfélagsmiðla og símanotkun og þetta og skólinn er líka svona stóra áhrifaþáttur í þessu. Hvað finnst ykkur símanotkun í skólum? Nú er þetta bannað á allavega yngsta stigi og svo er einhverjar mismunandi eftir skólum og svona hvernig reglurnar eru og hvort það má vera með frímínútum eða bara ekki neitt eða svona. Hvað finnst ykkur þetta? Ætti mögulega að banna bara síma alfarið á öllum aldurshópum í grunnskólum eða finnst ykkur þetta gott eins og þetta er núna? Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Einhver sem myndi vilja bregðast við þessum spurningum með orði, já. Marta, Freka, gjörðu svo vel. Forseti, sveitastjórn og aðrir gestir. Til að svara spurningunni Eva, þá ég held að myndi alveg vera að hendi þetta mögulega bara banna síma í grunnskólum og allavega svona hérna í svona litlu samfélagi þú þarft ekkert endilega að hringja í mömmu og pappa og koma að sækja þig og svona, ég myndi skilja það og byrja í bænum og svona lengri vegalengdir en við erum með skólarútu og svona fyrir það
En við prófum þetta eitthvað tíman þegar við vorum á unglingastíði að vera með eitthvað símalausa viku og mér fannst það ganga bara mjög vel og maður var bara meira miðullum með mitt og vorum að tala saman og kynnast krakkarnir. En ég held að það væri mjög sniðugt, sko. Takk fyrir. Takk fyrir það, Marta Lukka, og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, en ég kannski velti fyrir mig bara í þessu samhengi að því að eins og Freyja fór yfir svona víðan völl varðandi forvarnamálin og þetta bara rosalega stór málaflokkur og hann hefur kannski bara frekar bólnað heldur en hitt á síðustu áratugum og við erum náttúrulega með forvarnateymi starfrækt innan sveitarfélagsins en ég velti fyrir mig hvort það væri ekki bara gagn fyrir okkur sveitarfélag og þá sem starfa í þessum málaflokki innan sveitarfélagsins að fá ungmennaráðið svona svolítið til liðs við okkur í því að bara svona kannski að forgangsa því hvaða áherslu við ættum að leggja á varðandi forvarnamála því að þetta svo stórt og mikið og það stundum kannski bara betra að í staðin fyrir að reyna bara að fara einhvern veginn að skauta yfir allt sviðið og þið hafi reynsluna og þekkinguna og þið eru svona bara meirum tengslum eðlilega við ykkar þannig að það kannski ágætt að fá bara að við myndum svona kannski fela ungmennaráðinu það verkefni að koma með svona kannski bara ráðleggingar hvaða varðandi forvarnirnar sem þið haldið að við ættum að leggja höfuð áherslu á og þá kannski líka bara með tilliti til mismunandi aldurshópa. Hvar eru, að því að vandamálin í dag eru kannski ekki þau sömu og voru fyrir 5 árum síðan eða 10 árum síðan og ég held að þið geti bara verið góður leiðsauki fyrir okkur í því svona hvar við ættum að setja fókusinn og það getur bara verið kannski 4-5 ára plan sko, þú veist sem að við myndum bara setja þungan í einhver ákveðin mál á einhverju tímabili þannig að ég ætla bara svona eiginlega svolítið að ljúka þessum lið með því að varpa þessum verkefna bolta yfir til ungmennaráðsins og ég veit að ritarinn kannski færir það bara svolítið til bókar svona. Já, þetta svona bara, þetta tillaga sem að þú mátti orða fyrir mig. Herðin, þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 og hann Ernir Daði Arnberg Sigurðsson ætlar hér að koma upp og fjalla íþróttir og tómstundir í Borgarbyggð. Gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Gaman að sjá ykkur allir í dag. Ég heiti Ernir Daði og ég ætla að tala íþróttir og tómstundir í Borgarbyggð. Íþróttir og tómstundir eru ekki bara afþreying. Þær eru stór hluti á uppvexti barna og ungmenna. Þar lærum við samvinnu, aga og virðingu. Þar eignumst við vini, byggjum upp sjálfstraust og finnum að við tilheyrum. Fyrir mörg ungmenni eru íþróttir líka stór hluti af félagslífinu og mikilvægur rými þar sem þau geta verið virk, hitt vini sína og haft gaman. Þetta vitum við. En íþróttir hafa líka mikilvægt forvarnagildi, að við vorum að tala forvarnir áðan. Þegar börn og ungmenni hafa aðgang að uppbyggilegu starfi, góðum félagsskap og reglulegri hreyfingu hefur það jákvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Það styrkir sjálfstraust, eykur vellíðan og getur hjálpað til að koma í veg fyrir einangrun og óheilbrigðan lífstíl. Í þeirri stefnumótavinnu sem fór í gangi á Borgarbyggð á síðasta ári var farið í alla grunnskóla sveitarfélagsins til að hlusta á börnin og ungmennin. Nemendur í 5.–10. bekk svöruðu spurningum í hópum og rætt var við yngri nemendur 1.–4. bekk í kennslustofum. Niðurstöðurnar sýna mjög skýrt að börn og ungmenni í Borgarbyggð hafa mikinn áhuga á íþróttum og hreyfingu. Þau eru meðvituð að hreyfing góð fyrir heilsuna, þau leggja mikla áherslu á félagsskapinn sem fylgir því að taka þátt í íþróttum. Börnin var líka dugleg að segja sínar skoðanir. Þau bentu bæði á það sem gengur vel og það sem mætti gera betur. Það var líka áhugavert að sjá hversu skýrar og einfaldar hugmyndir þeirra voru. Samkvæmt tölum úr skilakerfi ISÍ æfa 46% barna í Borgarbyggð skipulegar íþróttir og við erum örugglega öll sammála um það að það eru mjög sláandi tölur. Samt sem áður sýna svör börnanna að áhuginn er mikill. Þessi stendur frekar í vegi fyrir þátttöku eru aðstæður og tækifæri. Knattspyrna er sú íþrótt sem flest börn nefndu sem uppáhalds og flest æfa. Körfubolti kemur þar á eftir en það kom einnig fram skýrt að það finnst mörgum vanta meiri fjölbreytni í íþróttalífið í Borgarbyggð. Mörg börn hafa íþróttir á Akranesi sem eru ekki boðið hér í okkar sveitarfélagi. Þau nefna langar ferðir og vegalendir geta verið erfiðar og þau myndu frekar vilja geta æft þessar greinar hér nær heimili sínu. Þær íþróttagreinar sem oftast eru nefndar sem eitthvað sem börn vilja sjá meira af í Borgarbyggð eru handbolti, fimleikar, sund og badminton. Börn nefndu einnig hugmyndir betri aðstöðu fyrir þessar greinar, fleiri þjálfara svo hægt sé að byggja upp starf á svæðinu.
Svo sem tekið fram var handbolti sú grein sem oftast var nefnd, þannig að mikil áhugi fyrir skallagrimi í handbolta. Hvað aðstæður varðar vil ég hrósa fyrir það sem vel gert og fagna því að knattspyrna fær senn að rísa sem klárlega hafa virkilega góð áhrif. En það var badmintondeild hér í Borgarnesi en það féll niður vegna þess að ekki nást í stjórn, ekki vegna þess að ungmenni vildu ekki æfa badminton. Sem segir að við þurfum að fá foreldrana til að vera virkari. Einnig kom fram að mörg börn vilja minni áherslu á afreiðsvæðingu á yngri árum. Þau vilja fá að æfa á sínum eigin forsendum, hafa gaman og njóta íþróttana. Samgöngur voru líka stór atriði í sögurum barnanna og ungmennana. Mörg þeirra telja að samgöngur og kostnaði við ferðir geti verið hindrun þegar kemur að því að æfa íþróttir. Aðgengi að frístundarakstri eða öðrum samgöngum getur skipt miklu máli fyrir þáttöku. Mér langar einnig að spyrja ykkur, sveitastjórn, hvernig staðan á strætóskil á Hvanneyri, þar sem við vorum að skoða sveitastjórnarfundi fyrir 2 árum og þá skildist okkur, þá var okkur tjáð að búið að vera panta skiltið, en við vitum ekki nákvæmlega hvernig staðan á málunum, þannig að það væri gaman að vita það. Einnig vil ég spyrja hvernig staðan á stækkun íþróttahúss, hvenær það á dagskrá. Yngri börn lögðu einnig áherslu á að geta prófa fleiri íþróttir áður en að þau velja sér grein. Hugmyndi þeirra minna á íþróttaskóla sem að börn fá tækifæri til að kynnast mismunandi íþróttum. Börn og ungmenni vilja líka nýta náttúrunni í Borgarby betur og vera meira úti. Þeir nefndu hugmyndir fleiri útileiktæki við skólana á grænum svæðum, fleiri battavelli og pönnuvelli og viðhald á þeim völlum sem nú þegar eru til staðar. Það sem mikið umræðinu undanfarið og hindrun fyrir börn og ungmenni að stunda íþróttarinnar að foreldrar þurfa að borga gríðarlega há æfingagjöld. Æfingagjöld fyrir meðalfjölskyldu í Borgarby sem að 3 börn sem eru bara að æfa fótbolta, 1 með skallagrimi og hinn 2 upp á Skaga, eru 520.000 á ári bara í æfingagjöld í þessi einni grein. Þannig eru bara að tala um æfingagjöld í einni grein, ekki fleiri greinum með það. Þannig ekki tekið inn í heldur strætó fyrir Bakarnes, fatnaður, uppáhald á mótum eða mótskjöld. Þetta gerir það verkum að unga fólki getur ekki tekið þátt í þess mörgum greinum að þau myndi vilja, það sem svo gríðarlega kostnaðarsamt. Eins og til dæmis að þau líka vilja æfa körfubolta eða vera í tónlistarnámi. Þá er þetta ansi mikill peningur sem fólk hefur bara ekki efni á og verða því börnin að velja að hafna og geta ekki prófa sig áfram að vera í því sem þau vilja vera í. Öll ungmenni eiga að fá tækifæri til að stunda þeir íþróttir sem þau vilja, óháð búsetu eða fjárhagslegri stöðu. Þar ber sveitarfélagið ábyrgð. Við þessu vandamáli gæti verið ákveðin lausn að Borgarby myndi að hækka tómstundastyrkinn sem hefur ekki verið hækkaður lengi. Hann núna 40.000 á ári fyrir hvert og eitt barn og fyrir þessa meðalfjölskyldu verður þá 120.000 á ári. En eftir stendur að fjölskyldan það þá að borga 400.000 á ári bara í eina grein. Í Hafnarfirði tómstundastyrkur 65.000 krónur og í Kópavogi hann 70.000 krónur, í Reykjavík hann 75.000 krónur. Þetta alltaf auðvitað stærri sveitarfélög, ég gerir mig grein fyrir því, en til dæmis Hvalfjarðarsveit með 80.000 krónur og Höfn í Hafnarfirði með 70.000 krónur í tómstundastyrk á hvert og eitt barn. Ekki komið tími til að hækka hann hér til að komast við móts við börn og ungmenni svo að þau hafi frekari kost á að stunda nokkrar íþróttir, ekki bara að þurfa að velja. Rannsóknir sýna að hver einasta króna sem fjárfestir í veljan skilar sér 8-falt tilbaka. Hvaða sveitarfélag vill ekki sitja 100 milljónir og fá 8 tilbaka? Ég bara spyr. Heilbrigðir íbúar hreyfa við hagkerfi sveitarfélagsins, það einfaldlega staðreynd. En allt þetta sem ég búin að nefna sýnir að börn og ungmenni í Borgarby það bæði áhuga og hugmyndir. Þau vilja taka þátt, hreyfa sig og vera virk í samfélaginu sem frábært. Tækifæri Borgarbyggðar til að fá fleiri börn og ungmenni í skipulagt íþróttastarf liggur meðal annars í betri samgöngum, fjölbreyttara framboði íþróttagreina, góðri nýtingu mannvirkja og stuðningur við uppbyggingu íþróttastarfs. Íþróttar og tómstundir eru fjárfesting í heilsu, vellíðan og sterkara samfélagi. Ef við hlustum á rödd barnanna og ungmennanna og bregðumst í því sem þau eru að segja, getum við skapað enn betri aðstæður fyrir þau til að hreyfa sig, taka þátt og njóta sín. Því þegar við styðjum unga fólki í dag erum við að byggja upp samfélagið á morgun. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Erni Daði. Það einmitt eins og í öðrum víðan vell að fara í þessu. Orðið er laust. Eðvarð Ólafur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Takk fyrir þessa yfirferð, Ernir. Ég veit ekki hvað ég á að byrja. Ég örugglega að gleyma ykkur. Ég ætla að reyna að svara því sem ég get. Aðstoðið hérna því 12 punkta. Já. Áformin íþróttahús stendur hér fyrst. Nú knatthúsið senn að vera tilbúið og á undan áætlun og þar man ég nú líka bara frá því fundinum fyrir 2 árum þegar þið voru að tala að þið vildu bara fá þessa tíma þess að þið getur bara verið saman sem svona, það kannski sem við eldri þekkjum sem bumbubolta á hana að bara fá tíma saman í húsinu. Það vissulega að verða að veruleika og þetta hús mun náttúrulega breyta bara gríðarlega mikið þeim tíma sem við höfum innan hús
yfir árið í að stunda íþróttir. Mér finnst þetta einstaklega vel heppnuð framkvæmt. Ég var nú bara þarna síðast fyrir 2 dögum síðan að skoða þetta og þetta bara farið að líta ansi vel út. Þannig að þar hlustum við sannarlega á ykkar athugasemdir. Varðandi kostnað við tómstundir og akstur og annað, við erum algjörlega með ykkur þar. Við höfum miklar áhyggjur af því að til dæmis þessi vegferð með strætó og annað, það verður ekki gengið nógu vel að fá þá með okkur í lið að halda upp þessari leið sem hefur sannarlega nýst fólki sérstaklega í uppsettum hér. Við erum samt líka eiga við það að fólk sem býr á vestursvæði, sem eru Mýrarnar og annað, að þau fá engan akstur, þannig að við þurfum líka að hugsa alltaf að svona einhverju jafnræði sjónarmiði. Varðandi kostnað við tómstundir, þá er það nú bara samt þannig að ég veit að þú tókst dæmi áðan að það kostaði yfir 500.000 að æfa fótbolta fyrir einstakling. Við erum þó í þeirri stöðu að það er mun ódýrara að borga æfingagjöld í Borgarbyggð heldur en í þessu sambærilegu sveitarfélögum eða þau sveitarfélögum sem þú nefndir hér áðan. Þannig að hlutfallslega er tómstundastyrkurinn í okkur að nýtast meira heldur en til dæmis á höfuðborgarsvæðinu. Ég er alveg sammálaður að auðvitað og við höfum rætt það að kannski þyrftu að hækka hann en við erum samt svona í þeim samanburði erum við ekki að standa okkur illa. Nýting mannvirkja, það er bara það sem við munum náttúrulega sjá ennþá betra til lands með þeirra nýja íþróttahúsi kemur, varðandi handbolta og varðandi bara fjölda tíma í íþróttahúsi og annað. Sú vinna er núna búin að vera á fullu í 2 ár og við erum svona á lokametrunum með að skila byggingarnefndin að skila frá okkur vinnu sem getur leitt til þess að við getum farið að bjóða út hönnun á íþróttahúsinu sem er nú bara ansi stór áfangi og þannig að maður sér ekki neitt því til fyrirstöðu að það verði bara farið í þá framkvæmd bara á næsta kjörtímabili sem er bara mjög spennandi mál og mér hlakkar bara til að sýna ykkur þær tillögur sem eru nú þegar komnar að þessu húsi. Þetta er gríðarlega flott mannvirki en það hefur verið mikil vinna, hefur farið einmitt í þessa þarfagreiningu með bæði ungmennum og aðildafélögum, deildunum og nýjum aðilum sem vilja koma þann inn og bjóða upp á hvað sem það er rafíþróttir eða píla eða hvað það er. Frjálsíþróttir munu fá auki vægi náttúrulega í fjölnotahúsinu. Þar kemur bara gríðarlega góð aðstaða og vonandi bara náum við að ýta því starfi aftur í gang. Núna er hægt að æfa sund í Borgarnesi, það er að fara af stað sem er mjög jákvætt. Þannig ég tek undir allt það sem þú varst að fara yfir áðan og við verðum náttúrulega bara að finna ykkur að lausna því að öll ungmenni í sveitarfélaginu geti stunda þessar íþróttir og þá er ég að tala aðallega samgöngur og það er bara samtal sem er í gangi og ég veit bara næsta sveitarstjórn mun alveg klárlega að halda áfram með þá vinnu. Þannig að bara takk fyrir brýninguna og við munum reyna að gera okkar til þess að þetta verði okkur til sóma. Er þetta ekki fínt alveg? Takk fyrir það. Það var Ólafur, orðið er laust. Stefán Broddi, já, gjör svo vel og svo Sigrún. Já, forseti. Mér langar að bregðast til spurningu varðandi biðskýli á Hvanneyri. Það er góð spurning og þetta er svolítið merkilegt, ég fór að hugsa hvernig svona framkvæmdir á sveitarfélagi geta verið stundum furðulegar. Að nú er það að taka úr 1,5 ár að ljúka við að byggja knatthús eða fjölnota íþróttahús og það er búið talið 2 ár biðskýli. Svo nefnum hluti svolítið merkilegir. Og en hvað varðandi biðskýlið, þá bara stuttasvarið er það, ég var nú bara í símanum áðan að tala við framkvæmdaraðilann sem að sér að setja upp, hvernig liði. Og hann sagði leið og frost fyrir jörðu, þá fer þetta niður. Lofa því sagði hann. Og þannig að leið og frost fyrir jörðu. En bara svo þessi 2 ár hafa nú farið í það að fyrst þetta bara var að ítra staðsetningun á því, svo þetta farið grenndarkynningu á staðsetningunni og svo verið að gera breytingu á staðsetningunni í kjölfar grenndarkynningar. Þannig að þetta fór svona eiginlega 3 hringi, þetta blessaði biðskýli. En það hefur tekið samt allt of langan tíma. En í vor rís biðskýli á Hvanneyri. Hana nú. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Sigrún Ólafsdóttir er beðin orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð, gaman að sjá okkur. Hjartanlega velkomin. Þetta eru einu skemmtilegustu fundirnir sem við upplifum og alltaf gaman að taka á móti ykkur.
Það nú ansi mörg að taka eftir þessar góðu framsögur hérna þessi mál sem að hafa komið hérna fram og margt svona til þess að hugsa og rifja upp. Og ég bara byrjaði að taka undir með Stefáni Brodda að þetta blessaði biðskýli þarna upp frá að þetta búið að vera svona hamfarasaga. Þannig að þið verið að lofa að nota það rosalega mikið þegar það verið komið upp. Þetta verið svona menningarhús fyrir ykkur. Varðandi, mér langar aðeins að velta vöngum, 46% æfa íþróttir. Þið eru búin að telja upp hérna náttúrulega bara varðandi aðstöðu sem að nú fer ört batnandi. Ný hús að rísa og eru risinsum og önnur á leiðinni sem að munu bæta þessa aðstöðu mjög mikið. Bras eins og fram kom hérna áðan varðandi frístundaakstur með hérna því sem að ég vil bara orða vesinni sem búið að fylgja í raun og veru leið 81 pluss það að við höfum náttúrulega ekki verið að bjóða upp á að neinu marki frístundarakstur á vesturleiðinni. Það sem að ég bara velta vöngum yfir svona út frá þessum vangaveltum í ykkar erindum, hvað haldið þið að sé mest að breyta í því að breyta þessum 46% sem að æfa í kannski bara 80-90%, eitthvað svoleiðis. Mig langar að heyra það aðeins frá okkur, hvað þið myndu telja og þá kannski þegar þið eru að horfa á það að það er verið að bæta í aðstöðu allt svoleiðis, er það eitthvað annað sem er að þvælast fyrir að gera íþróttaþáttöku ekki meiri hjá okkur? Er eitthvað utanákomandi, tengist það eitthvað öðrum þáttum? Ég held að vera rosa gott að heyra það. Annað sem að ég bara fagna að það er að heyra erindin ykkar, hvað þetta ofsalega bara þið farið vel ígrundað ofan í bara mörg mál. Og ég hugsa að það sé bara örugt að öll sveitarstjórn fer hérna bara heima að hugsa með endalausa punkta. Þannig að þeir eru búin að kveikja heilmikið á og auðvitað náttúrulega eru þarna sumir punktar sem voru ræddir þarna á ykkar síðustu fundum sem þið áttu með okkur. Vonandi eitthvað hérna gengi betur í áttina þangað. En þetta eru svona nauðsynlegir fundir, okkur að taka þessar vangaveltur. En það er fyrst og fremst þetta sem ég langar að heyra svona frá ykkur, bara kannski hafið þið mismunandi skoðanir á því, en er eitthvað sem að ennþá betur væri hægt að gera þegar kannski við erum að hugsa að það verða komið betri hús og sannarlega aksturinn er eitthvað fleira. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust. Ernir Daði, við byrðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka fyrir góða spurningu. Já, ég vil auðvitað taka fram að íþróttahöllin sem er að koma, það er frábært. Ég vil bara algjörlega taka það fram og ég held að það muni hafa virkilega góð áhrif. Það er bara svo þessi algjörlega á hreinu. Það sem ég hef áhyggjur af og ég veit að þið eru sveitarstjórn og þið ráðið ekki öllu hvað varðar fjölbreytni í íþróttastarfs, en ég held að það mætti vera meira. Mætti vera meiri fjölbreytni í íþróttastarfi, ég áttum á því við erum lítið samfélag, en við getum alltaf gert betur, þannig að við getum kannski ýtt undir aðildarfélögin að vera með fjölbreyttir íþróttagreinar svo sem flestir geta fundið sig í einhverju greinum. Eins og dæmis handbolta, rafíþróttir til dæmis líka, þannig að við getum fengið bara unga fólki til að vera virkari. Takk fyrir það, Ernir Daði. Kristján Ágúst, höfuðu orðið, gjörðu svo vel Kristján. Forseti fyrirgefðu, sveitarstjóri og ungmennaráð. Gríðarlega góð erindi sem hafa komið hérna, þessi tvö sem hafa komið hérna upp. Og ég ætla að fá að taka undir mörg þá punkta sem að bæði Sigrún og Eddi voru með hérna áðan. Jú, það er í okkar höndum dálítið mikið að stýra því svona í og með hvaða íþróttir eru í boði og það er náttúrulega ef aðstæðan er ekki til staðar. Sveitarstjórnum fólk er náttúrulega að díla við það flesta daga að koma fjármagn inn í svona og ég held að sveitarstjórnin sem er núna, hún er algjörlega sammála um það að byggja þessa stækkun í íþróttahúsinu sem er nauðsynlega búin að vera það í, ég veit ekki, 20 ár, 30 ára eitthvað. Og þannig að það er svona, já, ég held að það verði stærsta áskorun á næsta kjörtímabili að það er að koma þessu húsu upp. Af því að það gefur okkur náttúrulega á ykkur, sérstaklega ykkur, tækifæri á því að svona
hafa meiri möguleika, meiri tækifæri og svoleiðis. En ég nefnilega, Sigrún eiginlega stal af mér spurninguna þarna með þessa pælingu og þú svaraði náttúrulega hérna áðan og það þetta svona, ef þessi tala er rétt að það séu 46% ungmenna sem stunda íþróttir í Borgarbyggð, þá er þessi tala allt og lág, sko. Hún er fáránlega lág, sko. Þannig að, sko, að svona, ég velti því fyrir mér, en svona til gamans þá kannski, að því þú fórst að tala handbolta áðan, sko, þá er ég nú trúlega svo eini, ég man ekki, Stefán Broddi, hvort að þú varst í því liði sem að, ég er að tala bronsið 84 og erum ekki saman í liði. Já. Þannig við erum sem sagt eigum bronspinningi og Stefán Broddi í Íslandsmóti í handbolta í 5. flokki 1984, þannig að þið sjáu að allt er hægt, sko. Þið verið þjálfarar? Já, við getum gert það. Við verðum kannski atvinnulausir eftir þessar kosningar, þannig að við getum tekið okkur. Takk fyrir okkur. Það verður mikið afrik þegar það horfir á þessu. Takk fyrir það, Kristján Ágúst. Það er gott að rifja hér upp afrek sem mega alls ekki gleymast. En orðið er laust. Eðvar Ólafur, við biðjum orðið. Ungmennaráð, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég vil langa að koma með 1 punkt inn í viðbóta því að við vissulega höfum miklar áhyggjur af þessum 40% af þeim ungmennum sem að stunda íþróttir hérna í okkar samfélagi. Það er bara ekki gott á nokkurn mælikvarða. Það er ekki gott bara ef við horfum inn á við, en líka ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög þá erum við að reka lestina og þetta er bara mjög alvarlegt mál. Mér langar að segja ykkur frá verkefni sem við erum með í burðarliðinu þegar öll þessi mannvirki verða komin á koppinn hjá okkur, að þá höfum við hugsað og í þarfagreiningum á nýja stækkunum íþróttahúsinu og annað, þá erum við að hugsa til þess að geta boðið upp á sem flestar íþróttagreinar og eins og ég nefndi við ykkur áðan. Þar inni er hugsað golf, það er hugsað rafíþróttir, það er hugsað bardagaíþróttir, það er hugsað bara almenna svona lýðheilsu, lyftingar og bara allt. Það er reyndum að gefa öllum grundvöll eða vettvang til þess að koma með skoðanir á því hvað við myndum vilja hafa innan þessa hús. Auðvitað erum við ekki alveg búið með þá vinnu, en pælingin er svo og Borgarbyggð byrjuðu samtali við Húsavík, að mér skilst, varðandi að þegar krakkar koma inn í grunnskóla og jafnvel krakkar sem eru þá líka á leikskólaaldri, að þegar þau koma inn í þessar stofnanir í fyrsta sinn, að þau fái þá bara kynningu á öllum þeim íþróttum sem eru í boði. Þetta eru bara ungi krakkar og það er bara gott að allir fá að kynnast öllu í stað þess að vera kannski ítt út í einhverja íþróttir sem kannski foreldrarnir hafa áhuga á eða allavega og að geta þá rúma það innan þeirra dags, hvort sem þau eru í frístund eftir skóla, að þau geti þá verið að stunda sínar íþróttir og fái svona þvert yfir sviðið að prófa allt og svona kveikja hugmyndum hvað þeim langar til að gera. Ég held að þetta sé rosalega spennandi verkefni. Ég veit að Sonja sem hefur verið að leiða ykkur ungmennaráðið veit mikið þetta og hefur verið að vinna í þessu með Húsavík og er það ekki rétt skilið, það er á KPMG. Þannig að ég hef rosalega trú á að þetta gæti líka hjálpað okkur í því að kveikja áhugann, en svo þurfum við að fylgja þessu eftir. Aðildarfélögin okkar þurfa að það er ekki nóg bara að byggja hús og við þurfum öll að taka þátt í því verkefni, hvort sem það eru foreldrar eða deildirnar okkar eða annað, að fá börnin okkar og við að fá þau til þess að stunda íþróttir og ég held að þetta sé góð byrjun og ég vona að þetta verkefni eigi eftir að komast á koppinn. Þannig ég hef allavega persónulega mikla trú á því að þetta geti breytt allavega einhverju. Takk fyrir það, Eðvar. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Var fleiri sem að... Já. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð og aðrir áhorfendur. Ég gleymdi einu áðan. Ég er að velta vöngum yfir því og það sem að þið eru framtíðin og haldið áfram þessum vanga veltum örugglega miklu lengur heldur en við. Þá var það punktur sem kom fram áðan varðandi það að gefa unga eða krökkum færi á því að prófa sem flestar íþróttir. Hafið þið eitthvað hugsað með hvaða hætti það væri best framkvæmt? Væri það með því að hafa hugsanlega, nú er bara að nefna eitthvað dæmi, væri það hugsanlega með því að sem sagt að hafa minni gjaldtöku á bara íþróttagreinu fyrir alveg yngsta stigi, þannig að allir fengi að prófa og vita hvað þeim líkaði. Mynduð þið vilja það væri einhverjar auknar kynningar eða hvernig sæðu þið fyrir ykkur að því væri sem best fyrirkomið?
Svo svona annað sem kannski hvatning til ykkar, af því að nú náttúrulega búið að byggja mannvirki og það svona hugur í rosalega mörgum og sérstaklega náttúrulega fyrir ykkur til þess að fylgjast með pólitíkin í vor og svona halda fólki við efnið. Þá svona velti maður vöngum yfir því líka. Eru þið ekki örugglega með allar íþróttagreinar alveg virkar þannig að þið séu að þrýsta á að þær séu stundaðar og möguleiki á að stundaðar innan sveitarfélagsins sem að kannski eru möguleikar á og þá náttúrulega það sem Eðvarð var að tala áðan, það sem rúmast innan þessa húsakosts, golf, hestamennska, allt það. Takið bara allt þetta í raun og veru fangi til þess að ná sem mestum slagkrafti til þess að ýta á að sem mest veri gert fyrir ykkur og þá sem í ykkar kjölfar koma. Þannig að ég held að það sé svolítið mikilvægt að ramma inn bara alla seríuna, þá líka meira val og það eru kannski ekkit allir sem átta sig á því endilega að þessar íþróttagreinar séu til. Til dæmis eins og rafíþróttir, eitthvað sem ekki akkurat í húsunum, golf, hestamennska, allt saman. Þannig að þið bara búið til svona fínan pakka til þess að ýta fram og halda á lofti, bæði fyrir þá sem að velja sér íþróttagrein og ekki síður fyrir bara pólitíkina til þess að sinna öllum þáttum í þessari flóru. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Eva Margrét hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eva. Góðir fundamenn. Það sem að ég hef kannski orðið hvað mest vör við í öllu þessu íþrótta- og tómstundastarfi hvað oft mesti flöskuhálsinn að fá þjálfara og það ekki það að sé ekki mikið af fólki sem býr í sveitarfélaginu með bara frábæran bakgrunn og menntun og hæfni og allt það til að sinna þessum störfum, þá þetta oft svona erfiður eða leiðilegur vinnutími. Þetta eru kannski ekki mjög há laun eða svona þannig fyrir bara erfiða vinnu. Þannig að það kannski líka eitthvað sem við þurfum að hugsa mjög vel, hvernig gerum við þjálfarastarfið svo aðlaðandi að það sé kapp að komast í það og kannski má nýta einhverja krafta úr sjálfboðahreyfingunni með til að gera þetta meira spennandi. En allavega já, hefur þetta reynst oft erfitt þó að aðstæðan sé til staðar. Þannig að það það sem ég kannski mest áhyggjur af þegar það verið að byggja upp sem sagt bara ný íþróttahús eða sali eða velli eða hvernig sem það að hvernig gengur svo að manna þetta þannig að þetta nýtist mjög vel. Þannig að ég til í allar tillögur varðandi það. Takk. Takk fyrir það, Eva Margrét. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Já, Ernir Daði, gjörðu svo vel. Forseti, til að svara þenni spurningu, mér finnst hugmyndirnar sem Eddi var að koma áðan virkilega góð þetta verkefni. Mér finnst það mjög spennandi og ég vona virkilega að það muni ganga og hlakka til að fylgjast með því, bara algjörlega. Mér fannst þetta líka sem þú nefndir að þetta væri ódýrara til að byrja með eða kannski bara frítt til að byrja með að prófa. Ég áttum á því íþróttir kosta en þetta getur verið kannski fyrstu vikurnar væri þetta frítt. Það er líka svo mikið þannig og ekki bara í Borgarbyggð, heldur bara á Íslandi yfir höfuð og þetta alveg í umræðinni að það er svo mikið flæðið að fara bara í fótbolta eða körfubolta. Við erum kannski með Íslandsmeistara í badminton í Seli í 3. flokki fótbolta hjá Val, eða skiljið. Þannig að við þurfum einhvern veginn klárlega að kynna greinarnar betur, vera með þetta sem þú varst að tala áðan, Eddi, með þetta verkefni sem er gangið þar. Ég held að það myndi virka virkilega vel og einmitt að deildirnar, við getum ýtt á deildirnar að vera að koma í skóla, leyfa fólki að prófa badminton bara miðvikudegi eftir skóla, eitthvað svolítið, bara svona gera eitthvað svona viðbútt til að draga það og sína þeim. Af því að ef að til dæmis eins og hestamennska, ég held að fólk fari ekki hestamennsku nema foreldrarnir séu kannski í hestamennsku, hei, komdu með mér reitur, og bara vá, þetta er geðvægt. Sá einstaklingur hefði kannski bara farið í fótbolta og aldrei fundið sig í hestamennsku. Þannig að ég held að við þurfum að svona sýna þeim þetta svolítið og koma til þeirra, því þau eru ekki endilega alltaf að koma til okkar eða þeirra sem að hafa íþróttagreinar, heldur að koma til þeirra og sýna þeim þetta, því þá koma þau, læra og koma með. Takk. Takk fyrir það, Ernir Daði. Forseti nú bara að leggja til að við bara förum þá að ljúka þessum dagskrárlið. Það búið að vera mjög góðar umræður hér íþróttir og tómstundir í Borgarbyggð og að sjálfsögðu faraðum víðan völl. Og þá ætlum við að fara í 3. dagskrárlið hér en það hún Hrafnhildur Ósk Orradóttir sem ætlar að
fara hérna yfir skólastarf í Borgarbyggð. Gjörðu svo vel, Hrafnhildur. Forseti, sveitastjórn og aðrir fundagestir. Ég vil byrja á því að hrósa ykkur fyrir uppbyggingu á grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppsreykjum. En núna er einungis að forvitnast og vil ég spyrja ykkur hvað er næsta skref í tengt uppbyggingu skólastarfs hér í Borgarbyggð. Ég vil nefna, eins og Freyja nefndi áðan, að eineltismál eru yfirleitt til staðar í skólum allt land sem er aðalegilegt að heyra, en auk þess virðist vera aukning á skólaforðun hjá börnum og úlingum og það er þannig í sveitarfélaginu okkar. Mér finnst að við sem samfélag ættum að reyna að koma í veg fyrir það. Hvernig er samt best að gera það? Gæti það verið aukning á fræðslu eða fyrirlestrum eða þarf skólinn að grípa meira inn í? Mér finnst eins og við þurfum að ræða þetta í sameiningu og reyna að losa okkur við einelti úr samfélaginu okkar. En ég vil einnig bæta því við að við sem samfélag þurfum að muna að hugsa manneskuna eins og hún er sem einstaklingur, ekki bara hvernig hún lítur út. Samfélagið þarf í raun að fagna fjölbreytileikanum, ekki bara segjast gera það. Síðan er líka að krakka detta úr virkni á framhaldsskólaaldri. Það væri frábært ef við gætum unnið í sameiningu við að finna húsnæði fyrir ungmennahúsið Mými, eins og við höfum fjallað alveg nokkru sinnum. Þar sem það er afar mikilvægt fyrir ungmenni að hafa aðgengi að félagslífi þrátt fyrir að vera ekki í skóla. Það er einnig til dæmi að ungmenni hafa byrjað í framhaldsskóla eftir að hafa verið í starfi ungmennahús. Félagslíf er mest á framhaldsskólaaldri, svo við verðum að halda því þannig í sveitarfélaginu okkar. Ég hef einnig tekið eftir því að sum börn sem stunda nám í grunnskólanum hér í sveitarfélaginu eiga til að flytja úr sveitarfélaginu þegar kemur að því að fara í framhaldsskóla. Og þrátt fyrir að aðgengi að námi sé gott í sveitarfélaginu. Gæti þetta verið forvitni að prófa eitthvað nýtt eða gæti það haft eitthvað með sveitarfélagið eða skólan að gera? Gæti við bætt einhverju við sveitarfélagið til þess að gera það meira spennandi fyrir ungmennum okkar, eitthvað þannig. Og síðan var ég að skróla TikTok í seinustu viku og þar var myndband sem var með myndum af Borgarnesi með titilinn Eitrasti smábær á Íslandi. Og þar, mér skilst að manneskjan sem gerði þetta myndband sé úr Borgarnesi. Og það voru nokkur ungmenni sem svöruðu kommentum og sögðust vera mjög sammála þessu. Ég get ekki sagt að ég sé sammála þessu, en kannski er eitthvað, ég veit ekki alveg. En þá vaknar líka spurningin hvort að ungmenni í sveitarfélaginu líði illa í sveitarfélaginu okkar og ef svo hvað getum við gert til þess að bæta það. Og líka bara hvaða væntingar höfum við sem samfélag til unga fólksins okkar, hvaða væntingar hafa foreldrar til barnanna sinna, getur mögulega verið of mikil pressa á börnunum eða of lítil. Og markmiðið hlýtur að vera að öllum börnum líði vel í samfélaginu okkar og fá að njóta sín á eigin forsendum. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Hrafnhildur Ósk, þessa góðu yfirferð. Það er nú sláandi að heyra ýmislegt af því sem þú ert að nefna í þessu erindi hjá þér. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð og aðrir áheyrendur. Bara takk fyrir þetta, Hrafnhildur, og ég ætla að renna svona fljótlega yfir skólaframkvæmdir sem hafa verið í gangi og eru framundan. Og við erum mjög stolt af nýjum skóla sem er risinn á Kleppsreykjum og við grunnskóla Borgarfjarðar og framundan þar er í næstu skrefum að taka í gegn skólaláðina og svo kallaða Vesturálmu þar sem unglingastigið er í dag og mötuneytið gamla. Það er ekki búið að tímasetja nákvæmlega hvenær verður farið í þær framkvæmdir sem sagt á Vesturálmunni. Nú er í gangi útboð á framkvæmdum fyrir viðbyggingu nýs leikskóla hér í Vögluklett, viðbyggingu, stækkun þess leikskóla og það er svona næsta stóra verkefni í skólamálum í sveitarfélaginu.
Við erum að komast á býsna góðan stað með skólahúsnæðin okkar hérna í sveitarfélaginu. Það er nýlegur leikskóli á Kleppjárnsreykjum. Það er nýbúið að taka í gegn húsnæði á Varmalandi undir starfsemi leikskóla þar og innsta stigs grunnskóla og nú er nánast allt húsnæði grunnskólas í Borgarnesi komið á viðunandi stað og þetta eru svona þau verkefni sem eru framundan hvað tengist skólamálum. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Kristján Ágúst Magnússon hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Kristján. Forseti, sveitarstjóri og ungmennaráð Hrafnhildur, takk og aftur takk og takk fyrir að taka þessu umræðu samband við einelti hér í Borgarbyggð. Ég er búinn að vera að hugsa í nokkur ár hvernig í ósköpunum við getum tekið á þessu. Ég ætla bara að segja það hér og nú, bara samfélagsmeini að vissu leyti. Þetta er að grassera hérna, við vitum það, en við einhvern veginn vitum ekki alveg hvernig við erum að takla það. Ég held að viti alveg nákvæmlega hvað ég er að segja, sko. Og við vitum það öll. Hvaða lausnir í því, ég veit það ekki. Og það er umhugsunarmál. Þegar unga fólki okkar er farið að tala þetta bara, þú veist. Og þegar við fullorðna fólkinu þorum ekki að tala um það eða getum ekki talað um það eða ég átta mig ekki á því, sko, hvað er en sko, ég veit það. Ég bara veit það fyrir víst að það er visst vandamál í þessu samfélagi. Hvernig á að leysa það, það veit ég ekki. En þú komst nefnilega á ótrúlega góðan punkt. Og þegar þú spurðir af hverju eru börnin okkar sem sækja hér grunnskóla hafa vilja fyrir því að fara eitthvað annað. Þú spurðir, er það forvitni? Það getur alveg verið. Ég óttast að sé ekki alltaf forvitni. Því miður. Og ég held að það sé alveg verkefni. Það hefur verið verkefni á þessu kjörtímabili og ég veit að það hefur verið reynt að taka á hlutum, sko, en ég held að það sé stærra verkefni. Og ég held að við verðum bara að líta á það bara eins og það er. Ég ætla bara að vera leiðilegur, sko. Þó ég verði óvinsæll fyrir það, þá bara er mér alveg drullu sama, því ég veit að þetta er vandamál. Og það er rosalegt alvarlegur hlutur. Þegar unga fólkið okkar líður það illa að það sé tilbúið til að gera alls konar hluti. Við getum ekki horft fram með því. Bara því miður. Takk. Takk fyrir það, Kristján. Og orðið er ennþá laust. Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Ungmennaráð, sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Ég veit ekki alveg hvað ég var að byrja. Ég kom inn í fræðslunefnd fyrir 4 ára síðan þar sem við settum á oddinn eineltismál vegna þess að við vorum bara ekki á góðum stað. Það voru mörg mál uppi sem voru bara alls ekki falleg og það var ákveðið að pólitíkin myndi setja eitthvað stimpil á það að það yrði farið í eitthvað átak í þessum málum. Við í nefndinni vorum samt, líkt og þú ert að lýsa núna, þú veist, við erum bara svolítið bjargarlaus. Ég er samt á því að þið ungmenn í dag eru á allt öðru stað heldur en við vorum þegar ég var ungur. Ég ætla bara að fá að segja það í þennan sal, það eru bara margir hérna inni og ég er þar meðtalinn. Ég hef lagt í einelti og það er bara fleiri hérna í þessu sal sem hafa gert það og það veit ég. Af hverju gerði það? Örugglega bara til að sleppa við að vera lagður í einelti sjálfur eða þú veist, það geta bara verið ótal ástæða fyrir því. Og ég átti bara mjög erfitt með að hlusta á það einn aðan, Hrafnhildur. Ég bara, þú veist, ég tek þetta ótrúlega nærri mér.
En eins og Kristján segir hér, við erum bara rosalega bjargarlaus gagnvart þessu. Ég vil segja að menntaskólinn hér tekur á málum, það kom bara ljótt eineltismál upp fyrir svona mánuði síðan eða 6 vikum eins og þið vitið. Og leið og stjórnendur þar frétt af þessu, þá var náttúrulega reynt að bregðast við því. En þetta er bara alltaf einhvern veginn undirliggjandi. Kannski erum við bara að bregðast í grunnskóla, kannski erum við bara að nota tíman okkar þar í þessi 10 ár. Ekki nógu vel, ég reyna bara að gera okkur, að góðum einstaklingum og hugsa náungan og reyna að eyða þessari hugsun að fara á þennan stað að leggja einelti. En einelti mun alltaf finna sér einhverja leiðir, við erum alltaf eftir á þessari baráttu og trúið mér, allir í þessum sal vilja að reyna að koma í veg fyrir þetta, en við erum bara algjörlega bjargarlaus. Og mér finnst rosalega sorglegt að við séum bara alltaf einhvern veginn á sama stað með þetta. Því miður. Varandi það að fólk flytji í þann, það getur bara verið allavega ástæðu fyrir því. Einhverjar eru þessar því miður, sumir ákveða bara að fara í verknám, iðngreinar, eitthvað, sumir vilja breyta til, bara eins og gengur. En það er rosa slæmt þegar fólk fer hérna í burtu eða gegn sínu vilja af því að það getur ekki hugsað sér að búa hérna. Og við verðum bara einhvern veginn að bregðast við þessu og finna ykkur að lausna á þessu. Við erum öll þar hérna í þessu sal, en við erum bara bjargarlaus, því miður. En við verðum að finna ykkur að lausna á þessu. Takk fyrir það, Eðvar. Sigrún Ólafsdóttir biður um orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð og aðrir áheyrendur. Þetta var mjög sláandi hjá þér, Hrafnhildur. Takk fyrir þetta. Það þarf kjark til þess að tala um óþægileg mál. Það þarf kjark til þess að tala um svona mál sem snerta líðan svo rosalega margra. Þannig að bara enn og aftur takk. Ég vil taka undir bæði hjá Kristjáni og Eðvarði það sem að hefur komið hér fram. Ég var svo sem komið með spurningar hérna eftir þína tölu sem að svo sem kannski hafa komið hérna fram. Ég tek undir það eins og þeir segja, það eru allir hér inni sem að vilja leggja sig fram það að reyna að finna lausn á því að bara ná böndum á þessa hegðun. Sem að vonandi ekki margir stunda, en ef einn stundar hana, þá er það of mikið. Einhvern veginn þurfum við að bera gæfu til þess að opna bara umræðuna. Því að leið og er orðin umræða og þeir eru orðin opinskárri með þetta, hvort sem það eru við eða þið eða hvað, að þá gerir það heilmikið. Og það að einhver, þó þessi bara einn, upplifir þetta sem svona eitrað samfélag, þá þarf í raun og vera þannig andrúmsloft að það sé allir tilbúnir að gera við og laga. Og eitt af þessu náttúrulega opinska umræða, eins og ég bara segi aftur, átak, ég veit að eins og Eddi nefndi hérna áðan að það var farið í það að reyna að rýna þetta eins og hægt er. Það sem að ég kannski tek út úr þessu og langar að spurja ykkur, hvað haldið þið að væri árangursríkast að gera í þessu? Og annað sem ég langar að velta upp svona bara rétt í lokin, eigum við ekki öll að líta í eigin barm og þurfa ekki þeir jafnt sem unga fólkið, sveitarstjórn, hver sem að líta í eigin barm, sama hvort þú ert barn, unglingur, foreldri, amma, afi, hver sem þú ert, vinnuveitandi. Þarf ekki bara svolítið átak til þess að fólk fara að hugsa sinn gang. Hvað erum við að láta börnin og unglingana og alla aðra hlusta á þegar við erum að tala saman? Hvaða orðræða er í gangi? Orðræðan er oft miklu grimmari heldur en það sem að býr í hjarta fólks. Orðræðan er oft eitthvað, ég veit ekki hvort það er til þess að vera eitthvað töff, láta taka eftir sér, kannski er það bara partur af ákveðnu eineltismódeli. En ég held að við þurfum að líta í eigin barm, en mér langar ótrúlega mikið að heyra frá innstu hjartarótum hjá ykkur hvað það er sem að þið myndu telja að væri vænlegast til þess að reyna að ná böndum á þessi mál, að því ég veit að það eru allir hér inni sem vilja fara þá vegferð. Takk.
Já, takk fyrir það. Hrafnhildur Ósk, við biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Hrafnhildur. Forseti, sveitastjórn og aðrir fundagestir. Ég var bara að pæla í því hvort það væri kannski gott að fá jafningjafræðslu eða eitthvað svona í sveitafélagið og þá kannski bara ungmenni úr menntaskólanum eða eitthvað myndi þá fara til ungmenna í grunnskólum eða eitthvað. Ég man bara eftir því þegar ég var í vinnuskólanum þá kom jafningjafræðsla úr bænum og þau voru með okkur í hellingaleikjum og eitthvað. Þau gera það skemmtilegt að læra bara hvernig eða þá ekki að vera með fordóma og eitthvað þannig. Þannig að kannski bara gera þetta skemmtilegt en samt þannig að þetta hafi áhrif og þá kannski getum við í ungmennaráðinu mögulega verið með jafningjafræðslu eða eitthvað en samt kannski helst að hafa þetta í skólanum, ekki í unglingavinnunni því að það er ekki öll ungmenni sem eru í unglingavinnunni. Bara svona til að... Þetta er bara mjög góð tillaga, Hrafnhildur, og hljómar mjög vel. Svona áður en að ég loka, fyrirgefðu, Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, ungmennaráð og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Þetta var mjög, ég þakka þér, Hrafnhildur, fyrir þessa umræðu sem er nauðsynleg og ég held að það sé hluti af lausninni sé einmitt að ræða þetta opinskátt. Þetta fer einhvern veginn einelti fer svolítið undir radarinn hjá mjög mörgum. Þannig að umræðan held ég að sé svona, það hefur einhverja patent lausn á þessu en bara einmitt bara mjög gott fyrir okkur að pína okkur til þess að tala þetta. Af því að stríðni og hvernig er stríðni bara svona létt stríðni og hvernig er þetta orðið einelti og það er líka mismunandi eftir einstaklingum en umræðan held ég að sé fyrst og fremst það sem við þurfum að gera og ég vil líka þakka hinnum fyrir mjög áhugaverð erindi. Þetta er búið að vera mjög gaman að sitja hérna með ykkur og við eigum eftir eitt en erindi ekki? Eða tvö? Þetta byrja. Takk fyrir það, Sigurður. Þetta er bara hrikalega góð umræða og við náttúrulega erum að ræða þetta svolítið í samhengi við ungmenni og börn. En ég vil þó segja það að ábyrgð okkar foreldra og fullorðins fólks heima fyrir ömmu og afa og orðræðan sem er heima fyrir, hún skiptir rosalega miklu máli. Hvernig tölum við heima hjá okkur, hvernig tölum við annað fólk og hvernig höfum við okkur á netinu. Og ég ætla bara að taka dæmi bara úr stjórnmálanum, því það er sem við erum. Og ég var að fylgjast með góðum vinum mínum sem starfar á Alþingi. Hann var að setja á netið, hann hafði verið að halda ræðu á Alþingi í gær og hann situr á samfélagsmiðla og ég ætla að lesa fyrir ykkur 2 komment undir sem eru ekki frá börnum, heldur frá fullorðnu fólki sem á börn. Hér segir einn: fáviti og reyndu að halda kjafti asni. Næsti segir: hnakkaskot á þennan viðbjóð. Og við veltum fyrir okkur af hverju börnin okkar tala svona við hvort annað, hvort annað, þegar við tölum svona fullorðna fólki á samfélagsmiðlum. Þannig að það á bara eiginlega ekkert að koma okkur á óvart og við vitum það öll hvernig umræða er bara í samfélaginu í dag fólk af erlendum uppruna, bara konur, hinsegin fólk og ég get bara sagt að ég veit það og við vitum það öll að við höfum verið stödd á heimilum, kaffistofum eða hvað sem er, þar sem að fólk leyfi sér að tala með ákveðnum hætti og það heldur að það sé stundum að grínast eða segja þetta einhverjum léttum tóni eða eitthvað svoleiðis. En því miður þá er þessi umræða meðal, þá er ég ekki að tala meðal barna, heldur meðal fullorðins fólks, hún er að harðna og hún er að harðna í garð ákveðna hópa og það er áhyggjuefni hvað
það er bara námiklu flugi. Þannig að þetta er bara á ábyrgð okkar allra og ekki síst okkar sem fullorðnir hvernig við tölum og tjáum okkur hérna í kringum ungmenni. Þannig að þetta stríður því miður ekki búið þegar við getum orðað það þannig. En þá erum við komin að 4. dagskrárlið og það er Marta Lukka Magnúsdóttir sem ætlar að fjalla geðheilsu og veljan í Borgarnesi, þannig að það er bara svona eðlilegt í framhaldi af þessari alvarlegu umræðu sem við höfum átt að fara næsta fasa. Þannig að gjörðu svo vel, Marta Lukka. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Í dag langar mig að tala geðheilsu og veljan barna og ungmenna í Borgarbyggð. Eins og við öll vitum og það er alveg búið að heyrast hér að þá eru geðheilsa og veljan gríðarlega mikilvægir hlutir og þá sérstaklega svona á þroska árunum. En svo leiðilega vill til að það eru allt mörg ungmenni í okkar sveitarfélagi og land allt sem glíma við marga andlega djöfla. Þessi umræða getur verið alveg endalaus, eins og við erum búin að sjá, en hún er það mikilvæg og ég ætla ekki alveg að tala henni í allt kvöld, svo ég ætla bara að tala þá punta sem okkur fannst svona mikilvægir á þessari stundu. Já, það hefur verið mikið talað líðan ungmenna í sveitarfélaginu á síðustu 2 sveitarstjórnarfundum sem við höfum fengið að sitja á. Þar sem við náðum ekki að halda ungmennaþingi ár, þá hef ég ekki mikla hugmynd hvernig ungmennum líður í Borgarbyggð og hvað þá í grunnskólanum. En það kom fram hjá okkur á síðasta fundi að ungmenni vildu fá betra eða meira aðgengi að skólasálfræðingum og námsráðgjöfum. Og mér langaði bara til að spyrja ykkur hvort það var eitthvað gert í þeim málum. Og við vitum af sálfræðingum á heilsugæslunni, en það sem við höfum verið að pæla út í er bara sé mögulega þægilegra fyrir ungmennin að hafa einn inn í skólum, það sem bara inn í þeirra svona rými og Svo er ég með aðra spurningu til ykkar tengd því sem við ræddum á síðasta fundi, en hún hvort það var eitthvað gert í því að bæta rútuferðir frá Kleppusveigjum og Varmalandi í Óðal eða bara í Borgarnes yfir höfuð. Ef ekki þá þarf virkilega að gera það, en svo kom líka upp ein hugmynd hjá okkur í ungmennaráðinu að hafa mögulega svona flakkandi Óðal og þá myndi vera opnanir á Kleppusveigjum eða Varmalandi í Óðal. Það gæti ýtt undir mætingu ungmenna á þeim svæðum þar sem við fengið þær leiðilegu fréttir að sé komin eitthvað rígur á milli sumra ungmenna á þeim svæðum og í Borgarnesi. Og okkur langar að gera eitthvað í þeim málum af því að Óðal oft eini staðurinn sem sum ungmenni upplifa félagslíf og svona. Síðan líka spurning bara út frá því að ýta undir eitthvað samstarf á milli GB og GBF. Þannig að skólarnir vinni meira saman og þá eru krakkarnir að hittast og umkringast hvort annað og svona. Já. Síðan einn partur til að vinna bættri geðheilsu og veljan ungmenna hér í Borgarbyggð, það eru fræðslur. Það gæti svolítið fallið undir forvarnir eða skólamál, en tengist einnig geðheilsu og veljan. Ég get nefnt ótalmargar fræðslur sem getur komið, eða mættu koma að í grunnskólum og menntaskólum, en ein af þeim er aukin kynjafræðsla. Það sem ég tala þegar ég tala kynjafræðslu, þá er ég ekki aðeins að tala kynfræðslu, heldur mun meira en það. Eins og að læra að setja mörk og virða mörk, læra að hugsa líkama sinn og bara svona bera virðingu fyrir hver öðru yfir höfuð. Gæti líka dottið undir jafningjafræðsluna mitt. Að mínu mati gæti aukin kynjafræðsla stuðla að mun betri líðan hjá ungmennum, þar sem mér finnst virðing hjá ungmennum fara mjög hrakandi. Bæði bara gegn hverju öðru og gegn fullorðnu fólki. Síðan vitum við öll að það er voðalega erfitt að hlusta á mannesku hvað þá þú þekkir hana ekki, vera að tala í eitthvað klukkutíma. Á að stingi upp á því að vera aðeins breytt hugtakinu fræðsla í meira svona umræðu. Við vinnum mikið með svona umræðu tíma í menntaskólanum og þá erum við bara, kennarinn kemur með eitthvað svona punkt til að tala og við förum bara að ræða það og þá allir að taka þátt og meira að fylgjast með þarna. En þetta gildir náttúrulega ekki yfir alla, en ég held að gæti breytt miklu þegar það kemur á svona mikilvægum fræðslum. Svo held ég einnig að gæti verið góð hugmynd að fá einhverja fyrirmyndir úr okkar samfélagi til að sjá þessar umræður. Svona svolítið eins og Hrafnhildur var að tala áðan, að fá kannski okkur í ungmennaráðinu eða krakka menntaskólanum til að fara í grunnskólana. Síðan líka bara íþróttafólk, skólastjóra
og einhverja útskriftarnema, fólk sem að kannski krakkar einmitt í grunnskólum líta upp til. Einnig gæti verið sniðugt að bjóða upp á fleiri námskeið innan skólana sem myndu líka svona Dale Carnegie námskeiðunum. Eða bara svona uppbyggjandi námskeið sem stuðla því að byggja upp sjálfsmynd eða bara hvernig er þetta að vera betri vinur. Af því að það hafa bara allt og margir krakkar og ungmenni hérna í Borgarbyggð upplifa það að bara í svona litlu samfélagi þá festist maður í svona vinahópar frá því í leikskóla og ég er bara fastur með þeim og fylgi þeim bara út einmitt menntaskólan ef þau fara hér. Og þetta enda ofta á að vera mjög óheilbrigðir vinahópar og krakkarnir kannski þora ekki alveg að fara úr þeim af því að þau þekki ekkert annað. Og þá, þetta er náttúrulega bara að vera óheilbrigt af því að krakkar kunni ekki að vera góði vinir. En eins og ég segi, þá er þetta bara hugmyndir, ég vona að þið takið þær til ykkar. En ég er með einn punkt í viðbót svona út frá umræðinu sem hefur verið og mér finnst svolítið að foreldrar ætti að fá sendar fræðslur sem krakkarnir eru að fá í grunnskólum, bara svona til þess að geta tekið umræðuna heima og líka bara að vita að krakkarnir voru að fá fræðslu. Það er sumir krakkar sem er ekkert eitthvað að tala við foreldrar sem þetta. En það gæti líka verið bara sniðugt að foreldrar fá í sína eigin fræðslu. Það er mjög mikið eins og bara með einhver ávanabindandi efni, kannski einhverju foreldrar að veipa eða taka í vöruna heima og krakkarnir sjá þetta þá og halda þetta sér í lagi, skiljiði. Þannig að ég held að væri mjög sniðugt að svona taka foreldrar meira inn í þetta. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Marta Lukka. Mjög góð yfirferð á þessu sem lítur að geðheilsu og vellíðan og einmitt mjög, held ég mjög gagnlegt að líta til smá foreldrafræðslu í þessu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Eðvar Ólafur, gjörðu svo vel. Ungmennaráð, sveitarstjórn, aðra áhorfendur, takk fyrir þetta Marta. Fyrst til að svara varðandi opnu húsin í Óðali. Það hefur verið bíll einu sinni í viku. Ertu að tala um grunnskólaaldur eða ertu að, já, náttúrulega aðalega tala væntanlega um það. Vissulega væri hægt að gera betur. Ég hef fundið bara að það er komið nýr forstöðumaður í Óðali núna sem er uppfullur af rosa góðum hugmyndum og nú man ég bara frá því að ég var yngri. Ég var nú ekki að vinna brons í handbolta en ég var mikið í Óðali og var forstöðumaður þar meðal annars. Þá vorum við með leikrit fyrir þá 7. til 9. bekk þá sem er sama á 8. til 10. bekkur í dag. Þá voru að blandast rosalega mikið uppsveitirnar og allir að taka þátt í því verki og ég persónulega saknaði þess mikið og ég veit að það eru fleiri á þeirri skoðun, bara svona eitthvað svona allt öðru sér verkefni en þessi hversdagsleiki, að þú getur þá komið og tekið þátt í leikriti, þú veist það er náttúrulega svo margir vinklar af því hvort það er förðun eða ljós eða hljóð eða að leika eða vera kvíslar eða hvað það heitir. Og þetta var bara svona dýnamík sem að stóði yfir kannski einhverja 6 vikur og sjálfsögðu kostar smá pening að fá leikstjóra og þetta myndi kosta náttúrulega einhvern akstur og annað, en þetta er rosalega góð leið til að kynnast öðru fólki og þannig er þú að vinna í stórum hópi. Ég man að stæðsta uppfærslan þá held ég að komið 73 eða 4 af því í 8. til 10. bekk, bara svona til að setja þetta í smá samhengi. Ég sé rosalega eftir þessu, ég veit að það eru hugmyndir að endurvekja þetta, vonandi er þetta kannski bara ein hugmynd í því, af því að það verður líka vera eitthvað á hinum endunum, það er ekki bara nóg að keyra fólk og svo er kannski bara allir að einangrast í sínu hotni inn í Óðali þó að það sé gott og gilt. Ég hef líka bara áhyggjur af því eftir að þið styttum nám í framhaldsskóla í 3 ár, þá verður bara hluta félagslífinu, það er bara ekki pláss fyrir hann og þið vitið það manna best sjálf. Ég ætla samt að fá að tala aðeins upp til ykkar líka vegna þess að mér finnst þið sem ungmenni og ég hef bara haft orð á því ungmenni í dag að koma því ég er mikið inn í menntaskóla, að koma þangað, þú veist, þið eru alltaf tilbúin að spjalla, þið eru rosa opin, þú veist, mér líður rosalega vel í eitthvað samfélagi inn í menntaskólanum, auðvitað eru vandamál sem við höfum verið að tala um hér, en ég held að ungmenni í dag eru miklu meðvitaðir allt það sem þið eru að segja hér og standið hérna fyrir framan okkur og útskýri fyrir okkur. Ég hef aldrei getað gert þetta á þessum aldri, ekki séns. Þú veist, og við vorum bara ekki þengjandi á þennan hátt held ég. Þannig að þið getið það bara stórt hrós á ykkur og en við getum alltaf gert betur og við erum að hlusta það sem þið segið
og það má líka bara koma með erindi eins og inn í fræðslunefnd varðandi þessar hluti sem þið viljið leggja á oddinn, annað, bara til þess að þetta sé tekið formlega fyrir og þá, þá fáið þið náttúrulega bara svör við því og það myndi bara hjálpa okkur af því að þetta eru bara hluti sem við verðum að huga að og spá í. Þannig ég hvet ykkur algjörlega til þess og bara takk fyrir mjög góða yfirferð öll sumur. Þetta er búið að vera bara mjög eftirminnilegu fundur, verðið að segja. Takk fyrir það, Eðvar, Ólafur, orðið laust. Hrafnhildur, Ósk, gjörðu svo vel. Forseti, sveitastjórn og aðrir gestir. Ég vil bara taka undir með leiklistina. Ég hef líka verið að pæla í hvort það væri hægt að, þegar Mímir fer af stað, að sameina þá Óðal og Mími og vera með leikfélag hjá þeim. Og ég veit að það er áhugi hjá forstöðumanni Óðals að gera aðstöðu í Óðali fyrir leikrit. Og síðan líka bara við sem erum að taka þátt í leikritinu í menntaskólanum viljum kannski halda áfram að taka þátt í leikritum en kannski ekki fara í leiklistanám. Þannig að það væri geggjað að það væri eitthvað svona eftir menntaskóla. Takk fyrir. Takk fyrir það, Hrafnhildur. Bara mjög góð punktur. Orðið er ennþá laust um þennan dagskrárlið. Það er Kristján aftur, gjörðu svo vel. Já, forseti sveitarstjóri og ungmennaráð. Já, ég ætla að gera þetta bara einnig. Ég ætla nú bara núna að tala upp til ykkar. Þetta er, ég sé að við erum bara að henda lyklunum og labba hérna út og leyfa ykkur að taka við þessu bara. Ég held að þessi langáleðast. Nei, þetta eru stórkostlegar hugmyndir sem eru að koma með hérna á margar hverjar og klapp fyrir ykkur fyrir eins og þessa stórkostlegu sýningu í menntaskólanum. Og ég veit hún verður stórkostleg núna líka, ég bara, þú veist, og þetta er einmitt það sem að, og bara þetta, eins og í dag, þið eru að koma hérna upp, ég man það þegar ég ætla bara að taka þetta dæmi, ég man það þegar ég var á Hvanneyri og mér fannst alveg fáránlegt, eitt af kennslu, í fyrsta áfanga á Hvanneyri þegar ég var þar, það var ræðumennska, fundarsett og ræðumennska. En þetta, þið eru svo stórkostleg, þið komið hérna upp og þið nánast kunnið þetta betur en við, skiljið. Og þetta gefur mann mikla vonum það að þetta verður bara allt í góðu, sko. Og ég veit að þetta verður allt í góðu, sko. En eins og ég segi, og það er bara, og þú veist eins og ég segi, þessi punktar, þessi síðasta hugmynd hérna með, þetta með leikfélagi, maður hugsaði bara, ok, leikfélag skallagins, bara endurfætt og komið á stað og skiljiði. Þannig að geggjað, haldið þið bara áfram svona, sko. Þá getur maður í ellinni bara skemmt sér og haft það gott og farið að æfa sig í golf og eitthvað. Nei, eins og ég segi, þetta er bara, já, þannig að, og eins og ég segi, það er bara, það er aðdáun að eins og ég segi, að koma, og ég tek undir að mennta, alltaf þegar maður kemur í menntaskólann, það er eins og maður sé bara eitt af nemendunum, maður kemur að inn, sko. Og maður bara einhver sveitakall sem er að móka skít allan dag og bara, en skiljiði, og maður upplifir sig, sko, sem bara, ok, ég er bara einn af þessum, sko, og það er svo geggjað. Og það eru þið sem búið þetta til, sko. Auðvitað eru það starfsmenn og allt það, en það er bara alltaf, og það er alltaf eins og þegar maður er í góðu vinnahóp, maður skapar bara eins og stemningin er. Það er bara þannig. Ef stemningin er ekki góð, þá verður ekkert, sko. Þannig að bara takk fyrir okkur. Takk fyrir það, Kristján. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Þá langar mér bara að þakka Mörtu Lukku fyrir að ræða þetta mál. Ég man reyndar eftir því að þegar þið komuð síðast eða þar síðast, þá var líka verið að tala um svona þessa líðan ungmenna og bara vilja ykkar til þess að fá fræðslu og til þess að hafa ykkur bjargrað í töskunni út af því að það lenda allir í því, garantí í lífinu. Það lenda allir í áföllum í lífinu, það lenda allir í því að díla við eitthvað og það bara gerist út lífið og það er svo mikilvægt að ungt fólk og
ég held að við hérna, við vorum ekki að pæla í þessu þegar við vorum á ykkar aldri. Þú veist, við vissum ekki einu sinni, þú veist, við vissum alla hvað, líðan, orðið líðan þýddi eða kvíði eða depurð eða, þú veist, þetta var ekkert verið að tala um þetta sko, eða þunglindi, þú veist, þetta var bara ekki, þið eru meðvituð um þetta og þið hafið beðið um leiðbeiningar, þið hafið beðið um, í rauninni bara fræðslu til þess að hafa eitthvað í kistunni og bakpokanum á leiðinni gegnum lífið til þess að hlúa að ykkar andlegu heilsu og það er bara, ég segi bara þjóðhagslega mikilvægt fyrir hverja mannesku að hafa eitthvað í bakpokanum til þess að grípa til þess að hlúa að sinni andlegu heilsu af því að það er ekkert alltaf þannig að þú veist, það kom eitthvað upp og þú þurfir að fara til sálfræðings eða eitthvað, þú þarft bara að hafa einhver svona bjargráð í töskunni þegar að kemur að því að annarkvort maður sjálfur eða einhver sem maður þekkir eða þykir vænt um lendir í einhverju svona vanlíðan í lífinu. Við vitum allir þegar vinir manns lenda á einhverjum stað þeim líður illa þá langar mann einhvern veginn að geta hjálpa til og þið eru svo meðvituð um þetta að geta bæði leiðbeint vinum ykkar og þeir sem eru kringum okkur og ekki síst ykkur sjálfum að því ég segi bara ef að það er alveg sama hvað maður er ríkur þú veist hvað maður á mikið og öllu og ert í geggjagóðu starfi og eitthvað svoleiðis ef það þér líður ekki vel andlega þá skiptir hitt bara engu það skiptir engu máli þú veist þá bara þannig að ég held að við ættum bara að leggja mjög mikla áherslu á það bara í tengslum við bara þá uppbyggingu sem við erum með hérna í sveitarfélaginu hjá okkur á bæði íþróttamannvirkjum tómstundum, göngustígum eða hvað það er, að fara svolítið að færa okkur yfir í að fara aðeins inn á við hvað getum við gert bara til þess að bæta andlega líðan okkar og þennan innri styrk sem við þurfum á að halda til þess að geta farið út í lífið. Þannig að, og þið viti hvað ég er að tala um þó að ég hefði getað haldið þessa ræði fyrir okkur hérna fyrir 30 árum síðan og það hefði bara allir verið eitthvað, það hefði enginn viti hvað ég var að tala um. En þið vitið það. Þið eru bara klárari heldur en við, það er bara held ég staðreynd. En þá erum við komin að síðasta dagskrárliðnum sem er sá 50 hér og það er hann Ernir Daði Arnberg Sigurðsson sem ætlar að koma hér upp og fara yfir ungmennastefnu Borgarbyggðar. Gjörðu svo vel, Ernir Daði. Forseti, sveitarstjórn og aðrir gestir. Ég er hingað komin til að tala um ungmennastefnu Borgarbyggðar. Fyrst vil ég útskýra hvað ungmennastefna er. Ungmennastefna er heildstæð stefna málefni ungs fólks, allt frá menntun, tómstundum og geðheilsu til þátttöku, réttinda og tækifæra til áhrifa. Hún endurspeglar raunverulega stöðu og þarfir ungs fólks og byggir á virkju samtali við ungmennin sjálf. Með öðrum orðum er ungmennastefna leið til að tryggja að rödd unga fólksins heyrist þegar ákvarðanir eru teknar samfélagið sem þau eru að alast upp í. Núna stendur til að móta fyrstu ungmennastefnu Íslands fyrir árið 2026 til 2033. Það er mikilvægt skref á landsvísu. En það er ekki síður mikilvægt að sveitarfélögin taki þátt í þeirri vinnu og móti sína eigin sýn á málefni ungmenna. Borgarbyggð hefur sérstakt tækifæri til að vera leiðandi í því að skapa umhverfi þar sem ungmenni fá að blómstra, taka þátt og finna að þau skipta máli. Ástæða þess að ungmennastefna er svona mikilvæg er einföld. Ákvarðanir sem teknar í dag móta samfélagið á morgun. Ef við viljum sterkt samfélag til framtíðar þurfum við að hlusta á unga fólki okkar í dag. Eitt af því sem ungmenni tala mikið er geðheilsa og vellíðan eins og Marta fór yfir áðan sem er þarna. Þroska árin eru viðkvæmur tími og það er því miður mörg ungmenni sem að glíma við andlega erfiðleika eins og við erum búin að tala um í dag. Þess vegna skiptir miklu máli að aðgengi og stuðningur sé gott. Ungmenni hafa til dæmis nefnt að betra aðgengi að skólasálfræðingi og námsráðgjöfum gæti skipt miklu máli. Fyrir marga er einfaldara og auðveldara að leita sér hjálpar í skólanum þar sem þau eru daglega. Þetta eru dæmi hluti sem gott var að hafa í ungmennastefnunni. En líðan ungmenna snýst ekki bara stuðningsúrræði, heldur líka samfélagi sem þau búa í. Í litlu samfélagi getur verið erfitt að finna sinn stað, sem ungmenni upplifa að þau séu dæmd eða allir þekki alla og þess vegna þurfum við að leggja áherslu á virðingu, samkennd og samfélag þar sem fjölbreytileikinn er ekki bara samþykktur, heldur honum sé fagnað. Fræðsla og samtal getur spilað þar stórt hlutverk. Það er mikilvægt að ungmenni fái fræðslur samþykki og virðingu og mörk og sjálfsmynd, ekki bara í formi fyrirlestra, heldur formi samtals sem ungmenni fá sjálf að taka þátt eins og við erum búin að ræða.
Þannig lærum við ekki bara aðeins að hlusta á þau, heldur lærum við líka að hlusta á hvert annað og þetta getur verið partur í ungmennastefnu. Forvarnir skipta einnig miklu máli. Reynsla Ísland hefur sýnt að þegar samfélagi vinnur saman, skólar, foreldrar, félagasamtök og sveitarfélög, þá er hægt að skapa umhverfi sem styður að jákvæðri þróun ungmenna. Forvarnir snúast ekki bara að segja hver hættuleg, heldur að byggja upp sjálfstraust, sterka sjálfsmynd og gott félagslegt bakland. Í því samhengi skipta íþróttir og tómstundum miklu máli. Það er ekki bara afþreying, heldur mikilvæg hluti af uppvexti, þar sem ungmenni læra samvinnu, aga og virðingu. Það eignast þau vini og þau finna að þau tilheyra, eins og ég sagði. Börn og ungmenni í Borgarbyggð hafa sjálf sagt frá því að þau hafa mikinn áhuga í íþróttum og hreyfingu, samt eru aðstæður stundum hindrun, samgöngur, kostnaður, takmarka framboð íþróttagreina getur gert það að verkum að sum ungmenni fá ekki sömu tækifæri og önnur. Það er mikilvægt að öll ungmenni hafi raunverulegt aðgengi að íþróttum og tómstundum óháð búsetu eða fjárhagsstöðu. Þetta getur verið í ungmennastefnu. Þetta er dæmi um það. Ungmennastefna getur hjálpað Borgarbyggð að taka þátt í þessum málum með markvissum hætti. Hún getur sameinað áherslur geðheilsu, forvarnir, menntun, félagslíf og þátttöku ungmenna í sveitarfélaginu. Það sem skiptir kannski mestu máli er að ungmennastefna snýst ekki bara að tala ungmenni, heldur að tala við þau, að skapa vettvang þar sem ungmenni geta sagt frá sínum hugmyndum, sínum áskorunum og sínum draumum fyrir samfélagið. Því þegar við hlustum unga fólki í dag, erum við ekki bara að leysa vandamál samtímans, við erum að byggja upp sterkara samfélag til framtíðar. Ég vil því hvetja sveitarstjórn Borgarbyggðar til að hefja vinnu við mótun ungmennastefnu fyrir sveitarfélagið. Stefnu sem byggir á samtali við ungmenni, tekur mið af þeirra reynslu og skapar skýra sýn á það hvernig við viljum styðja við unga fólkið okkar í dag. Því þegar ungmenni fá rödd, tækifæri og stuðning, þá styrkist samfélagið allt. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir það, Erni Daði. Og mér líst bara vel á þessa tillögu sem að þú varst að leggja hér til í lok ræðunnar. En orðið er laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, ungmennaráð og aðrir áheyrendur. Takk fyrir þetta erindi eins og öll þau sem hafa verið flutt hérna fyrir okkur. Það er bara ótrúlega gaman að vera með okkur í dag og hlusta á okkur. Þeir eru búin að fara í raun og veru alla flóruna, þeir eru búin að ræða hér erfið mál, þeir eru búin að ræða mál á uppbyggilegan máta og þeir eru búin að ræða væntingar og vonir varðandi það sem má betur fara. Það sem ég tek út úr þessu, og ég vil taka undir það sem kom fram hérna áðan, varðandi það hvað er bara gaman að hitta ungmenni. Gaman að hitta unga fólkið í dag. Því eins og Guðjón fór yfir áðan, þetta er orðið svo öflugt fólk. Það er svo mikil kraftur í ykkur, það er svo mikil, þeir eru bara svo opin, jákvæð og skemmtileg og það á eftir að skila ykkur rosalega miklum árangur í því verkefni að koma ykkar sjónarmiðum á framfæri. Saman hvort að það er ungmennastefnan eða eitthvað annað sem þið takið ykkur fyrir hendur. Og ég vil bara hvetja ykkur til þess að bara halda áfram á þessari braut. Og eins og einmitt kom fram hérna áðan líka, þið vippið ykkur hér upp í ræðustól, kunni fundarsköp og allt, eiginlega bara miklu betur heldur en við, allavega betra að fara eftir þið. Þannig að þið eru bara að sýna ótrúlegan styrkleika. Ég held að það sem við tökum út úr þessu, þó að hafi verið rætt hérna þungmál, það er bara að við erum rosalega stolt af ykkur. Við viljum alltaf eiga samtal við ykkur. Og þið er bara að vera óhrædd að koma með það sem ykkur liggur á hjarta, bara hér og taka samtali sveitarfélagið, saman hvort að það eru starfsmenn eða kjörnir fulltrúar, þið bara nýta ykkar orku, jákvæðni og kraft. Þannig að ég bara segi húrra fyrir ykkur, takk fyrir mig og þetta var bara frábært. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið ennþá laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og það eru þá, sýnist mér sem liggja fyrir til afgreiðslu í lok þessa fundar 3 tillögur sem hafa komið fram. Ég ætla að bera hérna upp til atkvæðagreiðslu.
Fyrsta tillagan er sú sem hér stendur lagði til hérna í upphafi sem er svohljóðandi. Forseti sveitarstjórnar leggur fram tillögu að fela ungmennaráði að útbúa minnisblað með tillögum að áherslum og forgangsröðun verkefna er lúta að forvarnarfræðslu fyrir börn og ungmenni í sveitarfélaginu til næstu 4 ára. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá kom hér fram tillaga sem að Hrafnhildur Ósk lagði til í sinni ræðu sem er þá svohljóðandi. Lögð fram tillaga að sveitarstjórn feli fræðslunefnd að kanna tækifæri til að efla jafningjafræðslu meðal ungmenna í Borgarbyggð með það að markmiði að styrkja ungmenni, bæta andlega líðan og vinna gegn einelti. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og svo kom hér fram að lokum í ræðu Ernis varðandi ungmennastefnu Borgarbyggðar og þá liggur fyrir svo tillaga að sveitarstjórn samþykki að leggja til að mótuð verði ungmennastefna fyrir Borgarbyggð fyrir árin 2026 til 2031 og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða og þessar tillögur munu þá vera sendar inn í viðeigandi ráð eða nefndir til frekari vinnslu. En það er þá ekki fleira á dagskrá hér hjá okkur í dag. Ég á eiginlega engin orð til þess að þakka fyrir þennan fund. Hann er búinn að vera æðislegur og þið eruð bara svo geggjuð og það er ekki eðlilegt. Og ég þakka bara sveitarstjórn og ungmennaráði fyrir góðar og málefnalegar umræður og segi þessum fundi slitið.